Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Knipl gamalt handverk sem á rætur að rekja til 12. aldar og kemur frá Ítalíu. Knipl varð tískuvara á dögum Kristjáns IV Danakonungs og prýddi þá gjarnan konungleg klæði. Í dag vita kannski færri hvað knipl en á dögunum stóðu kniplkonur fyrir kynningu á þessu fallega handverki. Við litum við og fengum að kynnast kniplinu betur. Þetta knipl og þetta er mjög gamalt handverk sem var til á Ítalíu 1200 og síðan fluttist þetta yfir Alpana og norður til Evrópu og til Norðurlandana og sem sagt áfram hingað til Íslands. Og þetta hefur verið notað mjög mikið sem fataskraut og blúndur og vasaklúta og rúmföt og allt mögulegt. Og þetta var kennt hérna í húsmæðraskólanum gömlu til dæmis á Ytri á það sem var fyrsti húsmæðraskólinn á Íslandi. Og þetta mun hafi verið kennt í húsmæðraskólanum fram undir aldamótin 1900 eða kannski lengur. Þetta óbúslega fíngert handverk. Þetta ólíkt því sem maður sér svo oft í Heklu og Prjón og svona. Já, þetta náttúrulega mjög fínt handverk. Þetta var konunglegt í Kanada, svolítið þetta og til mig við vitum það ef við fylgjumst svolítið með og lesum fréttir af kóngafólki og svona, þá til dæmis sama knipli búið að ganga í arf í eina 4 ættliði frá sænsku konungsfjölskyldunni til dönsku. En þetta hefur svona gegnum tíðin ekki verið fyrir hvert sem Nei, það voru alltaf fínar konur sem kunnu að gera svona í gamla daga. Og eins og segi, þetta var kennt á húsmæðraskólanum og þessi blúnda náttúrulega þetta mest þekkt hjá okkur sem vírblúnda aftan á íslensku búningana og svo sem ullarblúnda neðst á gömlu faldbúningana. Í kniplið þarf 3 pinna og eru 2 pinnar kallaðir par. Einnig þarf fína títuprjóna, stál, munstur og kniplpúða. En eru margir sem knipla á Íslandi í dag? Það ekki mjög margir, það eru 20 ár síðan ég lærði og þá var það ekki mjög margir sem kunnu þetta. En við héldum námskeið með danskri konu 2004 og þá lærðu held ég, við vorum 12 á því námskeiði og tvískipt. En það bara ekki skilað sér í praxís, ég meina, fólk hefur ekki haldið áfram. Og svo náttúrulega kennt fyrir sunnan og við erum búin að stofna landssamband kniplara. Það gerðum við, var ekki 2009? Jú. Já. 2009. Þá stofnuðum við landssamband kniplara, en það bara íslenskt grasrótarstarfsemi. Það engin félagaskjölda, bara við eigum síðu á Facebook. Og ef það einhverjir sem heyra til mín, sem ungir kniplarar, þá náttúrulega geta farið inn á þessa síðu og skoða hvað þar. Ég hef verið safnað þangað því sem ég hef komist yfir frá Spáni og víðar svona myndböndum. En þetta sem, ég rekna sérstaklega augun í það sem þú ert með hérna, þetta lítur út fyrir að vera töluverð vinna hjá þér. Já, þetta ekki margir pinnar sem á þessu. Og ef maður gerir enga villu þá getur maður verið snöggur. En þetta bara gaman að þessu. Þetta róandi og mjög góð handavinna. Hvað það við þetta handverk sem heillar? Ég veit það ekki. Sé ekki gamli tíminn eða eitthvað. Þetta svo opbóðslega fínt og fallegt. Og eiginlega synd að skuli ekki vera að nota meira. Já, þessi þekking eða þessi kunnátta, fer þeim fækkandi sem kunna þetta? Það var í mjög mikilli lægð, en ég held að núna síðustu ár sé þetta aðeins að aukast. Ég er mjög leiði verið að skuli ekki verið í einhvern skóla. Mér hefur alltaf langað til að koma sinni inn í verkmyndaskólan. Og ég hef fylgst með að þetta mjög mikil vakning alls staðar held ég úti. Þetta var næstu til mig dáið í Svíþjóð fyrir einhverjum áratugum. En þá var ein kona sem kom til lífs. Og þetta, þegar stélari þetta til mér í Noregi þegar ég var þar.
og svo gerði ég ekkert í mörg ára því að ég kom hingað heim og hafði engan félagsskap og svo allt í einu auglýsti kona í dagskráni og spurði hvort það er einhverju sem er tilbúinir að koma að knipla og þannig komst ég á stað aftur. Það var ekki hætt síðan? Nei, og mér finnst þetta alveg óskaplega spennandi. Mér finnst þetta, ég er alveg sjúk í að horfa á allt sem heitir knipl. En þetta krefst vantarlega töluverðar þolinmæði? Já, þetta er hvert þolinmæði en þetta er líka annað. Þetta er það er ekki bara þolinmæði, heldur heilaleikumi. Þannig að þetta þjálfar þessar gráu og þetta er bara mjög gott. En mig langar alltaf til þess að ungt fólk læri þetta og þeim finnst kannski ekki of tímafrekt eitthvað. En ég veit það eru yngri konur sem hafa lært þetta og ég vona bara að þær taki upp hanskan og haldi áfram. Hvernig kom það til að þú fékkst áhuga á knipli? Já, ég fór að læra að sauma þjóðbúninga og fer að sauma á mig faldbúning og síðan uppluti á stelpurnar mínar og ég vildi læra sem flestar aðferðir við að skreyta þjóðbúningin og þar á meðal var knipl og fyrst ég sá þetta fjallist mér aldrei hendur af því þetta lítur út að vera töluvert flókið með alla þessa pinna og þessa títuprjóna en þarna ég fer sem sé á námskeið hjá þarna henni Ingu sem er með okkur í handræðanum og þarna komst að því þetta er alls ekki svo flókið en það er náttúrulega bara með flest handverka að áður en maður byrjar þetta lítur út fyrir að vera flókið síðan er þetta þegar maður fann að skilja þetta ósköp einfalt en ég kniplaði sem sé legginga aftan á upplutin minn og er að fara að byrja núna á belti sem verður við faldbúningin síðan setna meir þá er ég að hugsa að knipla kraga þannig að þetta er svona heilmikið verkefni sem að ég á fyrir höndum. Hvað er það við þjóðbúningin sem kallaði svona? Mér hafði alltaf langað til að sauma með þjóðbúning og síðan var það fyrir 4 árum að ég var stödd á handverkssýningunni í Hrafnagili og var að dást að faldbúningnum, það sem er náttúrulega bara glæsilegustur allra íslenskra þjóðbúninga með þetta stóra höfuðfat og svona og þarna og ég segi við þáverandi formann Heimilisiðnaðarfélagsins að einhvern tíman langi mig að sauma þjóðbúning en hún segir við mig það er ekkert bara eitthvað einhvern tíman, það er bara tíminn er núna. Þannig að ef maður ætlar sér að koma sér upp þjóðbúningi þá af hverju ekki að byrja bara strax. Þannig að ég byrja það strax haustið og er núna að byrja 4. árið mitt í þjóðbúningasaum og er búin að læra að baldera, að knipla, flaueliskurð og svona flest allt sem að þarf að læra til þess að geta saumað sér heilan þjóðbúning. Nú hefur verið mikill áhugi á hvers kyns handverki. Finnst þér áhugi á þessu knipli hafa vaxið í takt við annan? Já, þegar við fórum að bjóða upp á þessi þjóðbúninganámskeið í samstarfi við Heimilisiðnaðarfélagið að þá varð alveg gríðarleg vakning á einmitt eins og til dæmis kniplinu því að knipli kemur mikið við sögu með upplutina. Það eru kniplaða leggingar aftan á upplutunum og þá voru það nokkrar ungar konur þar á meðal ég sem þurftu að læra þetta og fengu hana Ingu til þess að kenna okkur. Þannig að þetta hér er svona smátt og smátt að aukast held ég. Bæði hérna fyrir norðan og síðan fyrir sunnan. Heimilisiðnaðarfélagið hefur verið að svona vekja athygli á þessu handverki og eins við núna í tengslu við þessi þjóðbúninganámskeið. Hvert geta áhugasamir snúið sér varðandi þessa handavinnu? Já, ef fólk hefur áhuga á að læra, hvort sem það eru konur eða karlmenn, bæði karlmenn og konur sem að knipla, þá er hægt að hafa samband við handræðan. Við erum á Facebook og það er bara hægt að senda þá skilaboð á Þjóðþvottafélagið handræðan og þá er það væntanlega ég sem að svara og get þá komið í kringa við reynum að halda 1 námskeið á hverjum vetri. Þannig að bara ef það eru margir sem eru áhugasamir og skrá sig þá getum við skipulagt námskeið í knipli. Þannig að það getur hver sem er lært að knipla? Já, þetta eru börn og fullorðnir. Þetta er sérstaklega í rauninni gott handverk fyrir fullorðið fólk af því þetta reynir ekkert svo mikið á liðina. Það er mjög þægilegt að knipla. En þetta er eitthvað sem hver sem er getur lært og þetta er ekki eins flókið og það lítur út fyrir að vera. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.